Góðan daginn og velkomin. Gott að dreypa á vatninu áður maður byrjar. Eitthvað fallegt ætlar drottinn að tala til okkur í dag og gefa okkur eitthvað inn í daginn sem að að gagni. Ekki allt gagnlegt, segir hann, en Guðsorð alltaf gagnlegt. Og þess vegna keppum við eftir því að bera það fram og þörfin til staðar bara hér og nú og alltaf, hún breytist ekki neitt. Vegna þess að hrópið í hjartaðinu þið sama, það hrópar eftir Jesú. Það vill vera það sem Jesú talað vegna þess að allt umhverfi sem það sækist eftir að vera í það. Þetta gríðarleg breyting frá því sem var og meðan við þekktum ekki Jesú því að þá vorum við inn í allt öðru umhverfi. Og það umhverfi var fráleitt guðlegt, heldur þannig uppsett að ekkert í raun og veru væri þar sem vekti athygli þinna á Guðsverkinu. Þannig að ef þetta kveikt, og það kveikt hjá kristnum manni og konum, þá það vegna þess að viðkomandi hefur fengið gjöf frá hverjum. Sjálfum sér? Nei, frá Guði. Og þessi gjöf, hún opnar á veruleikan Jesú. Þannig að við sjáum að þó við viljum kannski berja okkur og brjóst fyrir það sem við eigum, þá eru nú þakkirnar harla litlar, þeim megin. Og þess vegna lærum við það að falla fram fyrir Jesú. Því hann gaf okkur ekki aðeins þessa gjöf að vera sannfærður Guð og það gjöf, ekki gera lítið úr henni. Obbi heimsins, hann ekkert sannfærður neitt Guð. Hann hefur afskrifað Guð og það ljót synd. En þú ert ekki þar, þannig að þú hefur öll skilyrði til að vera þessi þakkláta manneskja. Síðan má spyrja, ertu þessi þakkláta vera? Þú þarft ekkert að svara mér nein það, því að í sjálfu sér varðar mig ekkert það. En það gott fyrir því sjálfan og sjálfa að svara þessari spurningu, bara til að þú sjáir og vitir hvar þú standir í dag. Hvar þú varst fyrir 1 ári, það skiptir engu máli. Hvar þú varst í gær í raun og veru skiptir engu máli heldur. Hér og nú skiptir öllu máli. Og þessi dagur, hann skiptir því öllu máli fyrir okkur þetta fólk. Og hvað ætla ég að gera? Ætla ég að nota daginn til þess að vaksa í trúnni, nota daginn til að þakka Guði eða ekki? Ég öll skilir því núna, vegna þess að núna Guðs vitundin komin í hjarta mitt. Og meðan ég var í heiminum, þá þakkaði ég bara sjálfum mér og kannski einhverjum vinum, svona tengdum vinum, nánum vinum, öðrum ekki. Það breytt. Nú segi ég að drottinn eigi allar mínar þakkir. Núna segi ég, þetta sé hefur Guð fært mér. Og hvað á ég? Ég lifi allsnægtir. Og hvað eru allsnægtir? Fyrir kristnum manni eru allsnægtir frekar einfalt líf. Þú hefur allsnægtir og sættir við allsnægtir og talar allsnægtir, að þú hefur allt til alls sem þú þarft. Og hvað þarftu? Eins og allt annað fólk þarftu fæðu, þú þarft klæði og þú þarft húsaskjól til að búa í. Þetta eru svona grunnþarfir mannsins. Og þetta sér drottinn að þú lifir í
og sért áfram við. Hvað annað er inn í þessari mynd er bein blessun frá Guði. Bíllinn út á hlaði, þá máttum alveg tala hann sem vissa blessun frá Guði. Því að við höfum búið samfélagið þannig að allar vegalengdir orðnar það miklar að það gerir ekki ráð fyrir því að fólk sé gangandi á ferð. Það fer í bílunum sínum, það verslar í matinn í búð sem kannski í margra kílómetra fjarlægð. Þannig að hverfið þitt sem þú ert í, það án nokkurrar verslunar, eða má segja, kannski ein og ein sjoppa. Annað en var, bara þegar ég var ungur drengur, þá voru fullt af matur og verslunum bara allt í kringum okkur og stutt að fara í þar allar. Manni fannst langt að fara í dúllabúð sem var á norðurbrautinni, vesturbrautinni, já. Það voru 5 mínútur í hana. Það voru ekki nema hálf mínúta í kaupfélagi sem var beint á móti okkur. Þannig að þetta verður allt saman breyst. Öll þessi hús þau eru þarna þó í Vesturbænum sem maður ólst upp við og ég þakka fyrir það. Og dúllabúð núna bara íbúðarhús. Kittabúð sem var þarna aðeins fyrir ofan er líka íbúðarhús. Sjoppan sem þar var á móti, ég er líklega íbúðarhús en það er ekki sjoppaða lengur. En þetta var alveg krökkt af þessu í eina tíð vegna þess að bærinn, hann miðaðist við það að þú gengir þessar leiðir. Og þetta vakti áhuga kaupmannsins á horninu að koma sér þarna fyrir. Auðvitað í ágóða skyni til að versla og reka sitt fyrirtæki og eiga lífsbrauð sjálfur til að lifa af. Það var nú auðvitað hugsunin og bakvið þetta allt saman. En það opnaðist á þetta í hverfinu að því það var uppsett eins og það var uppsett. Bíll á stangli, þegar ég er, krakki, 60 og milli 60 og 70, voru fáir bílar í Hafnarfirði. Og ég lofa þér því að þá var ekki til orð sem núna er vandamál og heitir bílastæðisvandi. Að vísu heyrir maður nú reyndar ekki mikið talað hann í dag, en tíma var töluvert mikið talað svo kallaðan bílastæðisvanda, en þetta var ekki þannig hér áður. Eins og ég var að tala áðan, þá voru fáir bílar og Hellisgatan, sem er nú ekki stór gata, þar voru nokkri bílar við sum hús, en bara nokkri bílar. En nú er alveg það sem hægt að leggja bíl í dag, bíll. Þannig að það eru margir bílar við hvert heimili. Að sameinast í bíl eins og stundum að tala er ekki upp á pallborðinu og hefur kannski aldrei verið, en menn létu sig hafa vegna þess að vildu komast þessa leið og þægilegri leið, þá verður þeir að kannski þykja far hjá öðrum. Auðvitað þykja menn en far hjá öðrum, en svona í grunninn eru menn með sína eigin bíla bifreiðan. Okkur finnst það þægilegra. Við erum svo sjálfstætt fólk að við viljum geta bara farið þegar við viljum sjálf fara og það er gott, þetta er það frelsi og ágæti skjöf að eiga og allt saman það. En þetta er vegna þess að við leggjum peningar okkar í þessa hluti, þessa fallvöldu hluti og svo náttúrulega eldust við og deyjum frá þessu öllu saman. Og hver fær þá það sem að við streðum fyrir? Ég veit það ekki. Eru vingjarnir auðvitað? Jú. En það er bara þannig að það þurfa allir að hafa fyrir lífinu. Og þó að þú fáir eitthvað í arf, að þá heldur lífið þitt áfram og þú þarft áfram að hafa fyrir því. Kannski gaf arðunni þér einhverjar peninga, ég segi það,
en að innan harla skams tíma, ekki svo langa tíma, þá er þeir kannski allir upp örnir og þá tekur bara framfærsla þín áfram og þannig hefur þetta verið hjá manni. Man áskotnast kannski eitthvað fé einhver staðar og eftir einhvern tíma þá eru þeir horfnir og þetta venjulega vanalega tekið við. Og eftir hverju erum við að keppa? Erum við að keppa eftir því að tryggja okkur það að við eigum þessar þarfir okkar þeim sé uppfyllt, eða erum við með sjónurörið á eitthvað annað, eitthvað víðara og einhverja jafnvel drauma hugsanir og svona óraunverulegar hugsanir sem við erum að gera kröfur að fá til okkar. Ég er ekkert að banna mönnum þetta. Það er allt í lagi að vera með einhverja kröfur, en það verða þó að vera í einhverju takt við það sem við segjum raunveruleikin. Hver er þinn raunveruleiki? Já, þú veist það betur en ég. Hver er minn raunveruleiki? Minn raunveruleiki eru ellilaunin mín. Og ég miða allt við, öll mín útgjöld við það að þetta stemmi og þetta passi. Og svo er Guði fyrir að þakka, hann gaf mér að fara með peninga með réttum hætti, og þannig að þetta er ekkert vandamál fyrir mig. Þannig að þú þarft ekki að vera vorkina neitt þessum ellismellis þú út hér að horfa á og hlusta á. Hann hefur allt að öllu. Þannig að þú þarft þess ekki, þannig að þú þarft ekki að eyða tíma þínum í það. Þetta veit ég að þú gerir það ekki. En þetta er svona, hvernig lífið við viljum lifa. Erum við sáttið það sem við höfum? Er ég sáttur? Ég er algjörlega sáttur. Að vísu kannski vildi ég að húsnæðið mitt væri aðeins öðru sem það er, en ég get alltaf breytt í þegar ég vil, en ég hef nú reyndar ekki farið út í þá sálma, þannig að ég lifi ennþá við þetta. En að öðru leyti bara er þetta flott. Ég kvart ekki. Og ég barma mér ekki yfir því að það kom aldrei neitt til mín, því að mér er alveg saman það. Það þarf enginn að koma sem að vill það ekki. Og ég get alveg heimsótt hvern sem ég vil það, og gera það stundum, en ég er ekkert fastur þar. Ég er bara ég að lifa mínu lífi, með mínu Jesú, með mínu Guði. Og ég stunda mína samkomur, og ég er í kirkjunni þegar eitthvað að vera þar. Og þetta er bara mitt líf í dag. Þetta er gott líf að eiga. Þannig að þú ert með eitthvað fyrir stafni, þannig að þú þarft ekki að sitja heima og barma þig. Og kvarta yfir því að enginn komi. Og hvað með það? Það er bara líka þannig, og þetta er nú langt síðan maður sá þetta, það verður hver maður að lifa sínu lífi. Og menn eru það að vera að berja á mönnum fyrir það að þeir heimsækja aldrei hvort annað, og jafnvel komið sekt samvinskubiti, og þetta er staðreind. Það eru margir með samvinskubiti yfir því hvað þeir rækja illa, já, til dæmis aldraða foreldra sína. En það verður hver og einn að lifa sínu lífi. Það verður hver og einn að fá að lifa sínu lífi eins og hann sjálfur vill. Við erum frjálsbornar manneskjur. Svo alltaf annað veifi þá kíkja menn, og þá verður kannski gaman, eða ekki gaman, því að það getur breyst í stund ásakana. Nú kemur aldrei til mín, og það er mikið að hún lætur sjá þig. Þetta er tónnin, allt of oft, að þau verður reiðar og bitar manneskjur inn í okkur. Það er nú eitt einkenni samtímans og nútímans sem að velti sér upp úr peningum, og þú nú aldeilis ekki sammála þessu því að þú ert alltaf blankur. En sem velta sér upp úr peningum, og margir velta sér upp úr peningur upp undir það. En samt eru þeir aldrei ánægðir. Af hverju?
að því að rörsinin á hvað er ánægilegt og gott, það er ekki rétt. Hvernig verður það rétt? Með Jesú verður það rétt. Þú horfir til hans, þú gleðst yfir því að hafa gert það. Svo stutt er það nú allt frá þér. En viltu þetta? Ég get sagt fyrir mig og talaðu þetta bara fyrir mig og ég vil ekki neitt annað en þetta. Þetta er mín afstæð, þetta er afstæð þessa einstaklings. Þessu ertu kannski algjörlega ósammála og þú máttu alveg. En þetta er það sem gerir mitt líf að góðu lífi. Og þegar þú ert komin á þennan stað, þá lofa ég þér því, þú ert aldrei einn. Þú ert einn, en þú ert samt aldrei einn. Þú upplifir þér aldrei þessa einmanna manneskju sem að inn á milli dettur ofan í sjálfsvorkun og pottin og það kemur ekki nokkur maður, segjum við. Og hvað með það? Ef að þetta er staðan, sem ég veit að hún er í mörgum tilvikum, þá bara breytum við því. Við höfum hendur og mörg af okkur höfum góða heilsu og við státum að þessu og við gerum eitthvað með þessum höndum okkar. Að lesa í bók er að gera eitthvað. Að taka fram penna og skrifa er að gera eitthvað. Já, núna talvan. Að sitja við hana og pikka inn orð er að gera eitthvað. En menn eru búin að reyna að eyðileggja þetta vegna þess að þeir segja hann hangir alltaf í tölvunni, Garlinn maður. Það er enginn að hangi í tölvunni. Þetta er vinnan mín í dag, minn kæri. Að gera þetta. Þannig að þegar ég fór að vinnumarkan og var að reynda löngu, já, ég er búin að vera lengi að vinnumarkan, ég fór strax í þetta. Þannig ég er búin að vera störfun hlaðin frá mótni til kvölds allar götur og það var allar þetta að segja að maður hafi tekið sér frídag í yfir 20 ár. Ég veit að núna lærðu hjá manni af manni sem gerir aldrei neitt. Þú veist ekki hvað ég er að gera. Ég veit ekki með þig en mér leiðist aldrei. Og ég get lofað þér því að maður sem gerir aldrei neitt, eins og þú kannski heldur, og nú leiðist allan daginn. En þessi manni leiðist aldrei neitt af því hann hefur yfirrið nóg að gera. Hann er störfum hlaðinn og nú lærðu. Þú veist ekkert hvað ég er að gera. Og þart heldur ekkert að vita það. Þú hefur hvort þeir engan á því að vita það. Þannig að Guð er allt í öllu. Hann sér sína. Hann dregur að aðföngin í raun og veru. Og þið skortir ekki neitt. Þú átt allt í raun og veru sem hugurinn girnist. Það er staðan mín. Í raun og veru á ég allt sem að hugurinn girnist. Er það rangt? Ég veit ekkert hvað þér finnst vera rangt, en mér finnst það ekki vera rangt, nei. En ég gef Guð alla dýrð af því sem ég á og af því sem ég er að gera. Og það er svona minn styrkur og hefur alltaf verið reyndar frá því að ég kynntist Guði. Ég var á þeim stað einu sinni eins og þú að ég þekkti ekkert Guð. Og ég gaf sjálfu mér kannski alla dýrð þegar maður var eitthvað í því. En það er ekki lengur. Þegar Drottinn mætti mér, þá líka sá ég allt upp og nýtt. Og ég sá að hann er málið. Og ég er bara peð í þessu. Sem má vera með í verkinu. Og það er heiður. Hann skóp mig. Ég gerir mig grein fyrir því í dag, en velti því ekki fyrir mér fyrir trú. En eftir trú, þá var þetta allt saman komið á hrein. Og þetta er sannleikur málsins. Trúin á Jesú er leið sannleikur málsins. Og það útskýrist fyrir þér hver þú ert og hvernig þú komst. Og bara það
er næg ástæða til þess að þú fellur fram, ekki fyrir sjálfum þér eins og þú gerðir, og kannski gerir í dag að þú þekkir ekki Jesú, heldur honum sem á þetta allt skilið. Hann á minn heiður skilin. En sumir færa þetta allt saman yfir á sig. Ég er maðurinn 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 og svo áfram. En það er ekki rétt. Jesús er það. Og þú ert komin að þennan stað, þá er orðið stött eftir í að þú lútir herra þínu. Jesú. Þá er orðið stött eftir í það. Og þá ertu komin á þann stað sem ég segi að er réttur staður fyrir þig að vera á og líka mig. Og þess vegna erum við að gera þessa þætti að við erum að blína á hann sem skiptir öllu máli. Vissulega skipti ég máli og þú bendur á sjálfa þig og segir sama, vissulega skipti ég máli. En ég gef honum fyrsta sætið. Ég heiðra hann á hverjum degi af því hann er í fyrsta sætinu. Hann er í efsta sætinu og svo kannski kem ég þar á eftir. En fyrsta sætið er merkilegra staður heldur en annars sætið. Það er ekki rétt. Þessi keppa í hvort sem er listum eða hverju sem er, þeir vilja ná fyrsta sæti. Annars sæti segja að ég lenti hann í öðru sæti, það var nú svo sem ágæð. En fyrsta sæti er miklu, miklu betra. Vegna þess að fyrsta sætið eftir því var keppt og þú náði fyrsta sæti að því Jesú heiðraði þig og hann sagði við þig berum orð, þú ert minn. Þess að ég stökk bara upp í fyrsta sæti. En yfir mér er Jesús. Hann er toppurinn, það fyrir enginn ofar en hann. Og Kristur sem er þar, menn sætti sig við það að hann bara ráði. Og þau beygja sig fram í auðmynd fram yfir honum, engum öðrum. Þannig að ef þú nennir því þá máttu alveg heiðra mann. En til hvers? Hvaða maður er ekki breyskur? Hvaða maður er ekki breyskur og mistökum hlaðin fram og tilbaka bara alveg svo ég? Þú veist ekki þetta mín mistök nema kannski einhver. En ef ég fær að rifja þau öllu upp, þá gæti ég það ég vildi, en ég gera þetta ekki, ég myndi aldrei nenna því. En Guð er ekkert þetta. Hann nefnilega gerir engin mistök. Þú myndir hlæja og hálfdrepa þú úr hlátri ef þú segður þetta, einhver maður segður þetta sjálfan sig, þegar þú veist betur að hann, alveg sem þú, hvers þú ert á vissan átt merktur þessum mistökum. Það er nátt að sleppa þessum maður. Þetta er maður. Þetta er ekki Guð. Og þessi maður gerir sig breiðan og gerir sig að Guði. Og er þá að segja, ég ger ekki mistök. En þú gerir fullt af þeim, en viðurkennir aldrei hafa gert neinn mistök sem er allt annað mál. Menn skirrast ekki við að ljúga að sjálfum sér. Svo trúar því bara, já, þetta nú slett og fælt hjá mér. Ég get alveg tekið undir það fyrir sjálfum mig að þetta hefur verið slett og fælt hjá mér. En ef ég fær að telja upp, þá voru fullt af einhverju sem ég hefði helst vilja sleppa. Og af hverju? Það voru mistök. En við erum ekkert auðvitað staldra neitt í það og alveg örugglega ekki eftir að við komum til Jesú. Því hann hefur fyrirgefið okkur þetta. Og við höfum lært það með tímanum að við erum ekkert að hanga í því sem drottin er hvort er búin að viðurkenna og fyrirgefa. Þannig við sjáum að gangan er ekkert nema lærdómur. Ekkert annað en Satans verk þegar þú ætti að berja þig sjálfan með einhverju sem þú gerðir. Ekkert nema Satans verk. Og við höfum hætt að lúta honum. En margir lúta honum ennþá.
og það er rangt. Það eigum við ekki að gera að því okkur er boðið annað. Við höfum alltaf að taka við betra hlutskiptinu. Og betra hlutskipti kemur okkur, færist okkur í fang þegar við lútum Herranum. Og þegar við játum Jesús sem okkar Herra. Það gera það ekki allir. En ég geri það. Og ef þú ert kristin manneskja, heilsteypt kristin manneskja, þá erum við á sama bát. Við erum á þessum bát. Það sem menn gera þetta, menn og konur. Og ég vil ekki skipta. Ég hef enga löngu til þess að fara út í mitt gamla far, því að ég þekki það alveg jafn vel og þú. Hvað þar erum að vera? Ég vil ekki fara þangað aftur. Mér nægir alveg að horfa á þetta tilsýndar. Og ég sé og segi það verður ekkert breyst. Og akkur þá að vera að fara eitthvað út í þetta aftur. En sumir gera það. En hvað var það mig og það hvað sumir gera? Ég ræð engu ákvörðun hvorki eins né neins, ég ræð öllu mínar. Og Drottinn segir, Konráð, vertu kyrr hjá mér. Og ég segir, já Drottinn, ég vil vera kyrr hjá þér. Og þá geta hann spurt mig, Konráð, af hverju? Það er bara svo miklu betra, segi ég. Einfalt svar. En algjörlega satt svar. Það er miklu betra að vera Jesú megin en hinum megin. Og hvað er hinum megin? Hvað er hinum megin? Glundróði. Sem við líkar alveg pottþétt ekki við. En vegna veikleika kannski viltu gilla fyrir þér. Þér finnst erfitt að vera kristinn maður. Og kristnu mennirnir aldeilis ekkert skemmtilegir. Og þetta er alveg rétt. Þeir eru aldeilis ekkert skemmtilegir. Já, bara eins og annað fólk. Stundum skemmtilegir og stundum ekki. En þeir eiga Krist í hjartanu sínu. Og hvernig þeir eru, og þá eru þeir, já, líklega tilbúin til að biðja með þér þegar þú vilt það. En þetta biður ekki heiminn um. Kanntu annan, myndi heimurinn segja. Og meina það. Af hverju? Það veit ekkert hvað þú ert að fara. Pí. Nú gagn í því. Nákvæmlega. Það er bara mest gagn í því, segi ég, segir þú sem átt Krist, en hinn tekur ekki undir. Af því hann á ekki sama. Það sem þú átt er gjöf og ekki hreykjaði af því að eiga þessa gjöf. Þakkaðu honum sem gaf þér gjöfina og hann heitir Jesús. Jesús dó á krossi. Það var Jesús sem reis upp. Það er Jesús sem dregur alla til sín sem að játast honum. Og ég hef gert það. Ég er hólpinn. Hvernig talar orðið hólpinn í þínu eyru? Ég veit ekkert það. Ef þú átt ekki til trú þá er þetta bara einhver orð út í lofti frá þú kalli annað. En ef þú átt til trú þá bara tekur undir með þessum kalli. Og þú segir, ég vil ekki skipta. Alveg svo þessi kall, hann vil ekki skipta. Og er tilbúin til að þola súrt og sætt með Jesú. Og hefur þú þólað súrt og sætt með Jesú, myndu það. Hann er með í öllu. Hann veit allt. Hann segir sjálfur, ég mun aldrei sleppa þér hendinni. Og hvernig tala þessu orð til því? Þau tala til mín sem mikil hugreisting. En ef þú átt ekki sam og ég, þá er þetta bara enn einn orðin. Marklaus, merkingalaus, merki ekki neitt. Sjáuðu ekki hvernig umskiptin eru algjör hjá trú og vantrú. Trúin segir, ég er hólpinn manneskja og ég á allt með Jesú. Það er ekki neitt, segir vantrúin.
og meinar það og er líklega staðan. Vantrúin á ekki neitt. Ég er ekkert að tala um eignir, mér er alveg saman þessar eignir. En vantrúin á ekki neitt að því hún líka deyr. Þetta snýstu það, hvað takið þá við? Þetta er leyndardómurinn á bakvið það að vera trúið manneskja á Jesú og eiga hann ekki. Ég veit að það tekur annað við og ég veit að ég sem slíkur mun aldrei deyja. Ég mun fara þangað sem ekkert er og eimd og volaði eða í allsnægtirnar þar sem Jesús er í dag. Ég veit að heimurinn lítur nú ekki mjög þægilegum augum á þetta. Ég er ekkert að tala til heimsins. Ég er að hressa hann sem á Kristi hjarta sinu. Hann er það sem að Kristur heldur utanum. Og hann heldur utanum mig og mína trú. Hann eflir mína trú og styrkir mína trú að hann veit aflið sem býr í trúnni. Vitum við það? Áttum við okkur á því þessu gríðarlega aflið sem trú í raun og veru er? Ég geri það. En ég get auðvitað bara svara fyrir mig. Þetta er ágætt fyrir okkur að staldra aðeins við þessa staði og svona átt okkur ábyrtu hvar stend ég þarna. Og ég segi og meina, ég vil ekki skipta. Bara ekki fyrir nokkuð pening, eða fyrir nokkuð hlut vil ég skipta. Og ég mun áfram að lifa með Jesú. Og ég er svo heppin manneskja að hann hefur treyst mér fyrir verkefnum og gera þetta sem ég er að gera, sem er ennþá við og ég sé ekki að sé neitt að fara, að því Drottinn tjaldar ekki til einna nætur og það hef ég séð og reynt aftur og aftur og aftur og aftur í mínu trúalífi að hann tjaldar ekki til einna nætur og það sem hann vill að þú gerir að það eigi sér langa lífdag en ég ræð öllu um það. Eins og ég oft sagt og ger viðurkenni, en það nú reyndar ekkert alltaf, að þá er ég að berjast við að fara í þetta verk. Og ég er alveg viss um það að þú sem ert á sama stað segir sama hvað þig sjálfan varðar. En Drottinn segir, en það máttu eiga Konráð og Rúnar, þú eru ekki látið undan þessu. Og ég er þakkláttur fyrir það. En stundum hef ég þurft að hafa fyrir því. Bara gera þetta. En samt elska ég að gera þetta. Svona er maður og nú veiklunduð vera. Að jafnvel það sem hann elskar heitast af öllu, það er hann að nennir ekki. Samt elskar hann. Má veita. Hann gerir fátt skemmtilegra. Fátt skemmtilegra, ekkert skemmtilegra. Jesús er lífið. Við þurfum að skilja það. Og sum af okkur hefur nú aldeilis náði og þeir taka undir svona orð. Við þurfum að hressa hvern annan. Nú kom okkur burt úr táradalunum. Ég er alltaf einn. Það kemur aldrei til mín, neitt til mín. Svo kemur bang. Verður þetta? Tala nú ekki við þennan. Það er svona haltu mér, slettu mér. Er það ekki svolítið þannig? Svona vil ég ekki fara og enda. Svona mun ég ekki fara og enda og hjálpi mér Guð til þess. Já, nefnilega Jesú til í hjarta mínu. Og hann er mér allt. Hann er mér allt sem mér er hvað kærast. Og ég held að það sé bara mjög góð býti. Þannig að þú heyrir þennan mann aldrei tala neitt nema vel Jesú. Þú munt aldrei heyra hann tala neitt.
og ekkert að þetta er trú. En ég er búin að gangi gegnum þetta allt. Og maður er búin að sigra hvert sigurinn eftir öðrum í glíminu við sjálfa sig, mest hefur þetta nú verið þar. Og eins er það með þig, glíman er mest þar. En þú ert nú ennþá upprétt manneskja í Jesú nafni, halleluja. Af hverju? Að þú veist hvað þú átt. Þú veist hvað þú átt, þú þekkir Jesú og þú komist að því hvað þú ert rosalega veiklunduð manneskja og það er hollt fyrir fólk að átta sig á því. Þetta er engin áfellisdómur eitt eða neitt og það er hollt að átta sig á því að við erum bara fólk. Við gerum okkur stundum breið en erum svo lítil og mill og gefur enginn til mín. Sjálfsvorkunn. Við erum að deyja sjálfsvorkunni. Því hún er dregur bæði upp alveg hrikalega ranga mynd af kringumstæðum og dregur sjálfa þig niður þannig að þú bara ert í stólnum og ert slittið þar. Ekki gera það. Því að þú hefur svo marga kosti aðra. Eins og ég segi, ég er nú orðinn gamall kall í dag, eins og ég segi, mér leiðist aldrei. Bara aldrei. Ég veit, þú trúir þess ekki. En hvað var það mig það, hverju þú trúir? Ég er að segja það sannleikann. Þannig að þú skalt að rísa upp úr deburðinni og sjálfsvorkunninni og hrista þetta allt saman af þér og skoða hendurnar á þér og athuga hvað þú getur gert með þeim. Það er lykill. Vissirðu það? Þannig að þú skalt bara taka upp gamla dæmið og ef þú ert prjónamanniski farðu bara að prjóna. Ef þú ert smiður farðu þá bara að smíða. Ef þú handverksmaður með tré og slíkt, gerðu þú eitthvað með það. Og þá leiðist þér aldrei. Þetta er svo sem gera margir. En þeir hinir eru líka til sem aldrei einhvern veginn hafa sig í neitt. Þetta er framtakslausa fólkið. Og það þarf einhver kannski að trekkja þau og setja í gang og byrja nú eitthvað að hreyfast. Það byrjar alltaf á því að eitthvað fer að hreyfast hjá okkur. Og við að vakna, ég er ekki bara að gera þetta bara. Þetta er miklu betur heldur en að hanga yfir sjálfum sig með bara að láta sér leiðast. Og þú ferð að prjóna. Sokkur kemur og svo annar. Og þú gefur þetta einhverjum eða hvernig það er, eða bara á sjálfa þig. Og svo verður aftur að prjóna og þá verður til vettlingur. Og svo annar sem þú klæðir í, kalt úti. En þú gerðir þetta. Þínum höndum. Þannig við sjáum að hjálparaðið er okkur mjög nærri. Og verður að gera kröfu til annara að það kemur aldrei nokkur maður til mín. Þetta er rangt. Fyrir þetta það að þá ræður þú engu hvernig aðrir akta og hegða sér. En þú getur lært að lifa með því og að vinna rétt með það. Og þegar þú ert að vænta eftir einhverjum og svo hleypir í félur ef að banka þér, þá ferð þú bara, vinnu minn eða veina mín, að vinna eitthvað með þínu fallegu höndum. Og það kemur eitthvað gott út úr því. Og þetta geta allir gert. Á einhverju stigi málsins. Þannig að hjálpræði er harla nærri, en ef við leitum ekki í þetta hjálpræði, við hvern er að sakast? Ekki nokkurn mann. Hjálpræði er nærri, en við þurfum að sækja það.
jafnir þó það sé nærri í höndunum okkar. En það er komið tími og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.